Kristið fólk telur sig til kristinnar trúar einmitt vegna þess að það meðtekur Jesú Krist sem frelsara sinn og sem drottinn lífs þeirra. En það er svo undarlegt að þegar við sem eru kristin förum að vinsa úr eitt og annað úr orði Guðs og segjum að þetta gildir ekki og ekki þetta, heldur bara þetta. Þá erum við kannski ekki alveg eins kristin og við vildum vera. Og sumir eru svo djarfir að lesa nánast ekkert í Gamla testamentinu og taka bara mark á því sem í Nýja testamentinu. Ágætt. Við skulum þá halda okkur við Nýja testamenti svona að miklu leyti í dag. En þegar að við förum að lesa í Nýja testamentinu, þá sjáum við eitt og annað sem Jesús gerði og ætlaðist til þess að við tileinkuðum okkur. Við sjáum til dæmis að hann hafði eitthvað sem að síðan hefur alla tíð verið kallað hin heilaga kvöldmáltíð. Það er sú máltíð sem hann boðaði til með lærisveini sínum í loftsalnum forðum þegar hann vissi að hann yrði handtekinn eftir fáeinar klukkustundir og tekinn af lífi. Jú, það eru margir sem að við hafa brauðið og bikarinn. Flestir kannast við það að á sérstökum stundum, helgistundum í kristinni kirkju, nánast hvar sem í kristnum trúfélögum, að þá meðtökum við brauð, táknmynd sem táknar brotinn líkama Jesú Krists. Og svo bikarinn einnig til staðar. Það að segja hreinn vínberjalögur sem táknar úthellt blóð Jesú Krists á Golgata fyrir okkur syndarana, svo við mættum lifa ef við aðeins vildum kjósa Krist sem drottinn okkar lífs, sem frelsaran okkar. Og það er ekki verra að meðtaka hann sem skaparan okkar líka, því að Jesús Kristur var einn og hinn sami. Ég kýs að hamra á þessu sí og æ, því að þetta er eitt atriði í kristinni venju, siðvenju, að meðtaka Jesú sem frelsaran, en líka sem skapara, ef við tökum mark á atriði Biblíunni. En við skulum snúa okkur á kvöldmáltíðinni. Og þar sjáum við að Jesús gerði hlutina allt öðruvísi en við áttum von á. Og að því að ég byrja á að telja upp óvenjuleg atriði, óvenjulega hluti sem að Kristur kaus að gera til að sýna lærisveini sínum, til að kenna kristnu fólki, að þá best að telja nokkur atriði, eins og til dæmis það þegar að hann gekk einu sinni á vatninu. Og svo sagði hann við Pétur sem var borð í báti með lærisveini sínum: kom þú til mín. Því Pétur vildi gjarnan slást í hópinn með honum og gera svona skemmtilega hluti eins og geta gengið á vatni á þess að sökkva. Og Pétur gekk, en svo sökk hann, af því að hann misti sjónar á Jesú. En Jesús, hann bauð hann að koma og gera alveg eins og hann gerði, að ganga á vatninu eins og að væri á bara traustri grundu. Nú, það var einu sinni ungur ríkur maður sem kom til hans og spurði hann: hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og Jesús svaraði hann mjög óvenjulega. Hann sagði við hann: far þú og sel allar eigur þínar og svo skaltu koma og þjóna mér. En þessi maður vildi ekki selja eigur sínar. Þannig er það með svo margt hérna sem við erum að rifja upp, að Jesús gerði eitthvað, gaf okkur fyrirmyndir til að breyta eftir því sem hann gerði, en svo byrjum við að sortera, að aðgreina og segja: ekki þetta, heldur bara þetta. Og ég kem að því nánar í kvöldmáltíðinni innan skamms. Svo voru þarna fiskimenn, þegar hann að velja sér lærisveina, þá kallar hann á þá, hvern af öðrum, og segir við þá: yfirgefið allt og fylgið mér. Og þeir lærisveinar,
sem að töldust með þeim fyrstu 12, þeir gerðu þetta. Já, það voru sumir ekki endilega fiskimenn, en einn var tollheimtumaður og svo framvegis, en takið eftir, þeir yfirgáfu allt og fylgdu honum. En var þetta ekki óvinnilegt að krefjast þess af þeim að yfirgefa allt, netin, fiskirýr og hvað eina, bara til að fylgja honum? Jesús sagði lömuðum manni á hvíldardegi, takið eftir því, að standa upp og hann stóð upp. Jesús sagði við hann, takk sæng þína. Og hann ætlast til að færi með hann heim á hvíldardegi. Leiðtogi gyðinga gátu ekki liðið svona óhlýðni við lög Guðs, eða þeir töldu að það væri lög Guðs, að maður sem lækna skyndilega einhvers staðar í borginni, að hann skildi, það var óhugsandi að hann skildi eftir rúmföti sín, dýnuna sín eða hvað það var sem hann hafði til að leggjast á. Jesús þá hann og taktu þetta og berðu þetta með þér heim. Og það lá við að forystumenn Ísraels myndi taka Krist höndum. Þeir hefðu gert það, hefðu bara þolað í fólksins vegna. En þannig gerði Jesús eitthvað óvenjulegt. Því að við eigum ekki að vinna á hvíldardegi Drottins, en það var allt í lagi að gera þetta. Og eins og svo margt annað, eins og til dæmis þegar þeir gengu eftir akri, þeir voru svangir, þreyttir og göngumóðir og þeir fara þarna yfir hveitiakur og lærisveinarnir taka þarna eyrun, svona korneyrun á stönglanum á milli fingrana í lóa sér og eftir voru þá kornöxin sem þeir stungu upp í sig og borðuðu. Þetta var þeirra nesti fyrir þennan dag og gagnrýnendurnir komu og aðtyrtu Jesú fyrir þetta. Sérðu ekki hvað þeir eru að gera á hvíldardegi? Að þreskja korn. Þetta var að þreskja þó það væri ekki með vélum, það var með höndunum. Jesús gerði svo marga óvenjulega hluti. En af hverju förum við þá ekki eftir öllu sem hann sagði? Við sjáum til dæmis að hann sagði blindum að sjá og þeir sáu. Já, það er svolítið óvenjulegt. Þetta getur við ekki segja við það. En Drottinn getur það allt í lagi. En myndi ekki ýmislegt fleira gerast í okkar lífi ef við treystum honum. Eins og til dæmis bara þegar það segir að 10. hlutin af öllum okkar tekjum, það skuli þau koma með í hús Guðs. En það ekki allir sem gera þetta. Og svo lét Jesús sér nægja nokkra fiska og örfá brauð sem nesti fyrir 5.000 manns og það voru bara karlmenn sem voru taldir. Auðvitað voru konur þarna og börn líka. Þetta gæti að hafa verið 10, 15, 20.000 manns og þetta litla nesti sem einhver drengur var með. Hann fékk að nota það með leyfi drengsins til að gefa öllum að borða. Og þegar hann var búinn að gefa öllum að borða, að þá voru 12 fullar karfir eða körfur eftir. 5 fullar körfur. Hugsið ykkur. Jesús vill gera svo margt öðruvísi en við kjósum að gera. Ef við bara vildum hlýða og gera eins og hann býður okkur að gera. Og svo kom að því að einn góða veðurdag, þá sagði hann, ég mun bráðum fara frá okkur. Ég fer til föður míns. Og það líður að því. Og hann sagði, við förum til Jerúsalem. Og þeir voru hræddir að það skyldu þeir ekki gera því að, það er að segja lærisveinarnir, því að þá er það kannski handtekinn. Og Jesús vissi það að það myndi gerast og fór samt. Þeir auðvitað fóru með honum. Og þá segir hann þeim að finna þarna sem sagt til stofu og tilreiða málsverð. Það er að segja páska máltíðina. Það þurfti að slátra skepnum og tilreiða mat. Það var heilmikið haft fyrir þessu. Og við þessa kvöldmáltíð
að þá gerist það óvenjulega að Jesús tekur sér ílát vaskafat með vatni í, tekur handklæði og tekur til við að þvo fætur lærisveinanna. Þeim þetta ekki hug að gera þetta sjálfur. Það átti ykkur annar að gera þetta. En Jesús var að kenna þeim leksíu auðmýktar og undirgefni og þjónustu lundar. Svo hann þvoði þeim með fæturna. Og hugsaðu ykkur, þetta var konungur alheimsins. Konungur alheimsins, skapari heimis og jarðar, komið til jarðar til þess að frelsa þessa aumingja, syndara sem við erum, því að við kusum annan herra heldur en hann kom samt til þess að bjarga okkur ef verða mætti. En margir létu ekki frelsast. Og enn í dag gerist það að margir bara vilja ekki ansa leksjónum, leiðbeiningunum, ráðleggingunum, öllu því sem tilheyrir frelsunar áformi hans, okkur mönnunum, syndurunum til bjargar. Og ég hvet fólk til þess að lesa 13. kaflan í Jóhannesar guðspjalli, því að þar finnum við ýmislegt frá þessari kvöldmáltíð. Það segir í öðru versi: kvöldmáltíð stóð yfir, djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi Símonarsyni Ískariots að svíkja Jesú. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig, síðan hellti hann vatn í munnlaug, það fatið, og tók hann þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Herra, ætlað þú að þvo mér fæturna? Þetta var algjörlega óhugsandi. Pétur vissi hver Jesús var, að konungur sjálfur myndi gera slíkt þjónustuverk. Jesús svaraði: nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Og þannig það með okkur, vinir. Það sem margt sem við ekki skiljum. Kannski kemur það bara á löngu tíma í Biblíunni að skilja, eftir þess að við lesum meira og lengur. En gefum honum tækifæri að gefa okkur skilning á öllu orði hans. Og þá munum við öðlast mikla blessun.